Lexía 1 Parísarævintýri. Hei Anna, ég heyrði að einhver ætlar að ferðast til Parísar. Halló já, ég held að þetta sé frábær áfangastaður. Hvað mælir þú með fyrir einhvern sem heimsæki? Ég myndi mæla með því að fá Paríspass. Það býður upp á aðgang að mörgum áhugaverðum stöðum og getur sparað þér peninga. Þetta hljómar eins og klárt val. Hvaða áhugaverðir staðir eru með passanu? Það nær yfir staði eins og Louvre, Eiffelturnin og jafnvel nokkrar dagsferðir á áhugaverða staði í nágrennin. Vá, það er ótrúleg. Ég hef alltaf langað til að sjá Mona Lisa í eigin persón. Ég líka. Auk þess er gríðarlegur kostur við skarðið að sleppa línunum á vinsælum stöðu. Örugglega. Að bíða í löngum línum getur sóað svo miklum dýrmætum tíma þegar ferðast er. Og með passanum getur við líka notið ókeypis almenningssamgangna, sem er frábær þægileg. Það er frábær. Að sigla borgina getur verið svolítið krefjandi án góðra flutningamöguleik. Nákvæmlega. Auk þess gerir það þér kleift að kanna meira af borginni án þess að hafa áhyggjur af aukakostnað. Ég elska hugmyndina að geta hoppað á og af almenningssamgöngum frjálsleg. Það gerir það að verkum að skoða svo miklu auðveldar. Fyrir vís, og ekki gleyma að prófa staðbundinn mat á meðan þú ert þarna, eins og croissants og crepes. Jam, ég get næstum smakkað þau. Að borða á kaffihúsum á staðnum er svo ómissandi hluti af upplifun Parísar. Alveg, þetta snýst allt andrúmsloftið líka. Að njóta máltíðar á meðan fólk horfir er ómetanleg. Ég get ekki beðið eftir að heyra allt ferðina. Þetta hljómar eins og draumaáfangastaður. Það er í raun. Að skipuleggja fram í tíman skiptir öllu máli fyrir ógleymanlega upplifu. Lærdómur 2 Sögur úr fjarska. Hei Anna, ég heyrði að þú værir að tala við Mark ferðalög hans. Hvað sagði hann? Halló já, hann deildi nokkrum heillandi sögum ævintýri sín á mismunandi stöðu. Það hljómar spennandi. Hver var áhugaverðasta sagan sem hann sagði þig? Hann minntist á gönguferð Amazon regnskóginn. Það hljómaði ótrúlega og svolítið ógnvekjandi. Ó, ég get aðeins ímyndað mér dýralífið og landslag sem hann hlýtur að hafa lent í þarna. Nákvæmlega. Hann sagðist sjá framandi fugla og jafnvel nokkra apa sveiflast í gegnum tré. Það er ótrúlegt. Hefur hann nefnt eitthvað menningarheiminn? Já, hann kynntist nokkrum frumbyggjum sem deildu hefðum sínum og lífsháttum með honum. Þetta hlýtur að hafa verið einstök upplifu. Að læra mismunandi menningarheima getur verið ógnandi. Alveg, það fær þig til að meta fjölbreytileikann í heiminum okkar. Stundum vildi ég að ég gæti ferðast svona. Ég líka. Að heyra sögur hans hvetur mig til að skoða nýja staði og hitta nýtt fólk. Hæ, það er eins og að lifa í staðinn í gegnum reynslu sín. Einhverjir staðir á ferðalistanum þínu. Ég vil gjarnan heimsækja Japan. Blandan af hefð og nútímanum heillar mig. Japan er líka örugglega á listanum mínu. Kirsuberjablómin og musterinn líta fallega út.
Auk þess maturinn. Ég get ekki beðið eftir að prófa ekta sushi og ramen. Sama hér. Það er heillandi hvernig matur svo óaðskiljanlegur hluti af menningu. Fyrir vís, ég held að ferðast viki ekki aðeins sjóndeildarhring, okkar heldur auki einnig skilning okkar á heiminu. Jæja sagt, við skulum halda áfram að dreyma ferðalög okkar og kannski skipuleggja ferð saman einn daginn. Þetta hljómar eins og frábær hugmynd. Ég nú þegar spenntur fyrir möguleikunum. Lærdómur 3, vegurinn til sjálfstæðis. Hei Anna, vissir þú að á hverju ári læra mörg ungt fólk að keyra bíl? Halló já, þetta svo mikilvægur áfangi til að öðlast sjálfstæð. Nákvæmlega, að læra að aka opnar svo mörg tækifæri, eins og að hafa vinnu eða skoða nýja stað. Fyrir vís, það gefur einnig tilfinningu fyrir frelsi sem fylgir því að geta farið hvert sem þú vill. Ég man eftir ökukennslunni minni, þær voru bæði spennandi og svolítið taugakennda. Sama hér, það getur verið krefjandi að halda jafnvægi á milli þess að fylgja reglunum og finna sjálfstraust á bak við stýri. Já, og í fyrsta skipti sem ég keyrði á þjóðveginum var mikið skref fyrir mig. Það hlýtur að hafa verið spennandi. Hefurðu einhver ráð til að hjálpa þér að líða vel? Ég æfði mikið með fjölskyldumeðlimi sem hjálpaði mér að öðlast sjálfstraust í mismunandi akstursaðstæður. Það er góð hugmynd. Að hafa einhvern reyndan við hliðina á þér getur virkilega létt þrýstinginn. Alveg, auk þess lærði ég mikilvægi þess að vera rólegur og einbeittur, sérstaklega í mikilli umferð. Að halda ró er lykilatriði. Ég hef tekið eftir því að kvíða getur leitt til mistaka við akstur. Rétt, og skilningur á umferðarskiptum og merkjum er nauðsynlegt fyrir alla nýja ökumenn. Já, það er ótrúlegt hversu mikið er að læra, allt frá bílastæði til að skilja réttir af og í reglu. Það er í raun, en þegar þú kemst að því verður akstur annars eðlis. Ég get ekki beðið eftir að byrja eigin ökukennslu fljótlega. Það er eins og svo dýrmæt kunnátta að hafa. Þú munt gera frábær. Mundu bara að æfa þolinmæði og njóta ferðarinnar. Lærdómur 4, að hitta. Hei Anna, hljómar við. Hvar ættum við að hittast á tónleikunum? Halló já, hvað með innganginn á staðnum? Þetta hljómar eins og fullkomin áætlun. Það verður auðvelt að finna hvort annað það. Nákvæmlega, auk þess getum við fengið smá snakk áður en sýningin hefst. Frábær hugmynd. Ég elska tónleikakas. Ertu með einhverja uppáhalds? Ég fer venjulega í pop eða nachos. Þeir eru svo bragðgóði. Sjálfur er ég meira nammi manneskja. Súkkulaðistangir eru veikleiki minn. Jam, það er gaman að fá smá tíma og njóta lifandi tónlista. Alveg, þegar talað er tónlist, hvaða hljómsveit ertu spenntastur að sjá? Ég get ekki beðið eftir að sjá hellina. Orka þeirra er alltaf ótrúleg. Ég er sammála,
Síðasta plata þeirra var ótrúleg. Ég vona að þeir spila eitthvað af uppáhaldslögunum mínu. Sama hér. Mér þykir vænt þegar þeir flytja sína klassík. Það gerir mannfjöldan villtu. Það virkilega gerir það. Andrúmsloftið á tónleikum eitthvað sérstakt. Já, allir að syngja saman skapar slíka tilfinningu fyrir samfélagi. Ég elska þessa tilfinningu. Það eins og við séum öll hluti af einhverju stærra í þessar fá klukkustundi. Nákvæmlega. Við skulum passa upp á að koma snemma svo við missum ekki af neinum opnunargerðinu. Gott símtal. Það alltaf gaman að uppgötva nýja tónlist á meðan við bíðum eftir aðalviðburðinu. Örugglega. Ég hlakka til kvölds sem fullt af frábæri tónlist og skemmtileg. Ég líka. Þetta verður ógleymanleg upplifun. Lexía 6 Vetrardraumar. Hei Anna, ég elska þessa notalegu nætur þegar ég legg höfuðið á koddann og sofna strax. Halló jó, ég veit hvað þú meina. Það svo traustvekjandi, sérstaklega yfir vetramánuðin. Nákvæmlega, og með fyrstu snjókomunni finnst allt bara töfrandi og friðsæl. Fyrsta snjókoman alltaf svo heillandi. Það umbreytir landslaginu í vetrarundlalan. Já, að horfa á snjókornin falla varlega af himninum lætur mér líða svo afslappa. Þetta eins og atriði úr kvikmynd. Hefurðu gaman af einhverjum sérstökum athöfnum þegar snjóa? Ég elska að smíða snjómenn eða fara í sleða með vinum. Það vekur svo frábærar minningar tilbaka. Þetta svo skemmtilegt. Ég hef líka gaman af því að drekka heitt súkkulaði meðan ég horfi á snjóinn út. Heitt súkkulaði fullkomin vetrarskemmtun. Viltu bæta einhverju sérstöku við þig? Stundum bæti ég við marshmallows eða strá af kanil til að auka snerting. Hvað með þig? Ég elska að bæta þetta rjóma ofan á. Það lætur það líða eins og smá eftirlátssemi. Jam, og notaleg tilfinning að vera inni á meðan það kalt úti besti hlutin. Alveg, það gaman að snarpa upp með sæng og góða bók eða kvikmynd. Vetrarnæturnar fullkomnar til þess. Það frábær tími til að slaka á og njóta smá niður í miðbæ. Ég sammála. Það ótrúlegt hvernig náttúran getur skapað svona rólegt andrúmsloft. Já, kyrrðin eftir snjókomu svo hressand. Það líður eins og tíminn standi kyrr. Nákvæmlega, hér til að njóta þessara friðsælu vetranætur og allra þeirra töfra sem þeir koma með. Lexía 6 Vetrardraumar. Hei Anna, ég elska þessa notalegu nætur þegar ég legg höfuðið á koddann og sofna strax. Halló jó, ég veit hvað þú meina. Það svo traustvekjandi, sérstaklega yfir vetramánuðin. Nákvæmlega, og með fyrstu snjókomunni finnst allt bara töfrandi og friðsæl. Fyrsta snjókoman alltaf svo heillandi. Það umbreytir landslaginu í vetrarundlalan. Já,
Að horfa á snjókornin falla varlega af himninum lætur mér líða svo afslappa. Þetta er eins og atriði úr kvikmynd. Hefurðu gaman af einhverjum sérstökum athöfnum þegar snjóa? Ég elska að smíða snjómenn eða fara í sleða með vinum. Það vekur svo frábærar minningar tilbaka. Þetta er svo skemmtilegt. Ég hef líka gaman af því að drekka heitt súkkulaði meðan ég horfi á snjóinn út. Heitt súkkulaði er fullkomin vetrarskemmtun. Viltu bæta einhverju sérstöku við þig? Stundum bæti ég við marshmallows eða strá af kanil til að auka snerting. Hvað með þig? Ég elska að bæta þetta rjóma ofan á. Það lætur það líða eins og smá eftirlátssemi. Jam, og notaleg tilfinning að vera inni á meðan það er kalt úti er besti hlutin. Alveg, það er gaman að snarpa upp með sæng og góða bók eða kvikmynd. Vetrarnæturnar eru fullkomnar til þess. Það er frábær tími til að slaka á og njóta smá niður í miðbæ. Ég er sammála. Það er ótrúlegt hvernig náttúran getur skapað svona rólegt andrúmsloft. Já, kyrrðin eftir snjókomu er svo hressand. Það líður eins og tíminn standi kyrr. Nákvæmlega, hér er til að njóta þessara friðsælu vetrarnætur og allra þeirra töfra sem þeir koma með. Lærdómur 7, spenna helgarinnar. Hei Anna, ég heyrði að við búumst við miklum gestum helgin. Halló, já, það verður frábær. Ég hlakka virkilega til þess. Ég líka. Það er alltaf gaman að hafa gesti í kringum sig. Veistu hversu margir kom? Ég held í kringum 10 eða svo. Þetta verður örugglega lífleg samkoma. Það hljómar fullkomleg. Ertu með einhverjar áætlanir starfsemi? Ég var að hugsa að við gætum skipulagt einhverja leiki og kannski trivia-keppni. Frábær hugmynd. Trivia er alltaf högg. Auk þess er þetta skemmtileg leið til að læra nýja hluti. Nákvæmlega. Og við getum líka útbúið dýrindi snakk fyrir alla. Já, hvers konar snakk heldurðu að við ættum að búa til? Ég held að blanda af bragðmiklu og sætu væri gott. Kannski nokkrar franskar og salsa ásamt brónir. Það hljómar ljúffengt. Ég elska brónis. Þeir eru alltaf í uppáhaldi hópsins. Hæ, og við gætum líka fengið ferskan ávexti fyrir heilbrigðan koss. Góð hugsun. Að jafna sælgæti með einhverju fersku er alltaf snjall. Alveg, og við ættum að sjá til þess að fá nóg af drykkjum fyrir alla lík. Já, margvíslegir drykkir munu halda öllum ánægðum. Einhverjar hugmyndir hvað á að þjón. Hvað með gos, vatn og kannski skemmtilegt kýl? Fullkomi, Puns mun bæta hátíðlegum snertingu við samkomin. Ég get ekki beðið eftir að sjá alla og njóta helgarinnar sama. Sama hér, þetta verður eftirminnilegur tími uppfullur af hlátri og skemmtun. Lexía 8, strandaferð.
Hei Anna, ertu enn að skipuleggja þessa strandferð? Halló já, ég það. Ég svo spenntur að slaka á við hafi. Það hljómar ótrúleg. Hefur þú fundið einhverja gististaði ennþá? Ekki ennþá, en ég að hugsa að ég muni leita að hótelum við ströndina eða notalegum sumarbústöðum við ströndin. Frábær hugmynd. Að vera rétt við ströndina hljómar fullkomið til að njóta sólarupprás. Nákvæmlega, að vakna við hljóðið af öldum verður svo hressand. Og ímyndaðu þér að borða morgunverð á svölunum með útsýni yfir hafi. Það væri yndisleg. Viltu frekar hótel eða sumarhús fyrir dvöl þín? Ég held að sumarbústaður væri heillandi. Það líður eins og heimili fjarri heima. Ég sammála. Auk þess sumarbústaður venjulega með eldhús, svo við getum eldað okkar eigin máltíði. Rétt. Að elda saman getur verið svo skemmtileg upplifun, sérstaklega með ferskum sjóvarvangi. Já, ég get nú þegar ímynda mér að búa til grillaðan fisk með hlið af salat. Jam, og við getum líka farið í lautarferðir á ströndinni. Það hljómar yndislega. Hvað viltu gera annað á meðan við erum þarna? Ég vil gjarnan prófa nokkrar vatnaíþróttir, eins og kajak eða róðrarbretti. Það væri svo skemmtileg, og við getum líka farið í langar strandgöngur við sólsetu. Örugglega, það er eitthvað töfrandi við að ganga á ströndinni á Golden Time. Ég get ekki beðið. Þessi ferð verður dásamlegur flótti úr annasömu lífi okkar. Alveg, hér er til að skipuleggja hið fullkomna strandferð. Lexía 9, styrkja skuldabréf. Hei Anna, ég var að hugsa hvernig sambönd geta verið erfitt stundu. Halló já, það er satt. Þeir krefjast mikillar fyrirhöfn og skilning. Nákvæmlega, en ég tel að það sé mikilvægt að gefast ekki upp þegar hlutinir verða krefjandi. Alveg, sérhvert samband hefur sín upphæð og læg. Það er hvernig við meðhöndlum þá sem skiptir mál. Ég er sammála. Opin samskipti geta virkilega hjálpað til við að leysa misskilning. Já, að geta tjáð tilfinningar þínar heiðarlega er lykilatriði fyrir heilbrigt samband. Að hlusta á hvert annað er jafn mikilvæg. Það sýnir að þér þykir vænt Örugglega. Stundum getur bara verið til staðar fyrir einhvern skipt miklu mál. Rétt, ég mun ekki gefast upp á samböndum mínum. Ég mun vinna að því að bæta samskipti okkar. Þetta er frábært hugarfar. Það sýnir skuldbindingu þína til að gera hlutina betri. Takk. Ég held að það sé líka mikilvægt að meta góðu stundirnar sama. Já, að fagna litlum sigrum og gleðilegum augnablikum getur styrkt tengsli. Nákvæmlega, það eru þessar litlu minningar sem hafa oft stærsta áhrifi. Og ekki gleyma því að sýna þakklæti. Einföld þakkir geta gengið langt.
Svo sagt, þakklæti getur hjálpað til við að hlúa að jákvæðu umhverfi í hvaða sambandi sem er. Við skulum minna okkur á að vera þolinmóð og styðjandi við ástvini okkar lík. Alveg, sambönd taka tíma að vatsa og það er áreynslunar þess virði. Lexía 10, fögnum saman. Hei Anna, ég heyrði bara frábærar fréttir, frábært starf í verkefninu þín. Halló, já, þakka þér fyrir. Ég er virkilega spenntur fyrir því. Við ætlum að fagna þessu saman, ekki satt? Alveg, ég get ekki beðið. Hvernig viltu fagna því? Ég hugsaði að við gætum borðað smá kvöldmat með vinu. Hvað finnst þér? Það hljómar fullkomlega. Kvöldverðarveisla er frábær leið til að deila gleðinni með öllum. Já, auk þess getum við notið gómsætis matar og skemmt okkur sama. Ertu með ákveðin veitingastað í huga eða ættum við að elda heima? Ég held að elda heima væri persónulegra og skemmtilegra. Við getum prófað nýjar uppskrifti. Ég elska þessa hugmynd. Hvaða tegund af matargerð viltu búa til? Hvað með ítölsku? Pasta og pizza eru alltaf ánægjulegi. Jam, við gætum jafnvel gert heimabakað pizzu með mismunandi áleggi. Það væri frábær. Allir geta sérsniðið sínar eigin pizzu. Nákvæmlega, og við getum bætt við salati og nokkrum eftirréttum til að ljúka máltíðinni. Fullkomi. Ég get bakað köku í eftirrétt til að gera hana sérstak. Kaka hljómar dásamlega. Að fagna með köku er nauðsyn. Örugglega. Ég get ekki beðið eftir að sjá viðbrögð allra þegar þeir smakka það. Þetta verður eftirminnilegt kvöld uppfullt af hlátri, góðum mat og frábærum félagsskap. Lexía 11 að skipuleggja ævintýri. Hei Anna, ég mun safna nokkrum upplýsingum og gefa þér nokkrar hugmyndir fyrir næsta ævintýri okkar. Halló, já, þetta hljómar spennandi. Ég get ekki beðið eftir að heyra hvað þú kemur með. Ég hef verið að hugsa að fara í gönguferðir í fjöllin eða kannski skoða þjóðgarð. Báðir valkostirnir hljóma ótrúleg. Gönguferðir á fjöllum gætu boðið upp á glæsilegt útsýn. Nákvæmlega, þjóðgarðar hafa oft fjölbreytt dýralíf og fallegt landslag til að njóta. Ég elska að sjá dýralíf á náttúrulegum búsvæðum þeirra. Það gerir upplifunina sérstaka. Örugglega, ég mun leita að gönguleiðum sem eru þekktar fyrir frábært útsýni og dýrasýn. Frábær hugmynd, og við ættum líka að huga að erfiðleikastigi gönguferðan. Við viljum ganga úr skugga að það hendi okkur báðum, kannski einhverjar hóflegar gönguleiði. Það hljómar fullkomlega, nógu krefjandi til að vera skemmtilegur en ekki of þreytandi. Ég mun finna nokkra möguleika sem hafa góða dóma og nóg af þægindum í nágrennin. Aðbúnaður væri gagnlegu. Það er gaman að hafa snyrtiherbergi og lautasvæði í boð. Já,
og ég skal athuga hvort það séu einhverjar leiðsögumenn eða athafnir sem við getum tekið þátt í. Það væri frábær leið til að læra meira svæðið á meðan þú skemmtir sig. Ég mun líka skoða einhver einstök ævintýri, eins og sibleyning eða kanóferð ef við finnum vatn. Vá, þetta væri ótrúlegt ævintýr. Mig hefur alltaf langað til að prófa sibleyning. Ég líka. Unaðurinn við að svífa trén hljómar spennandi. Við skulum ganga úr skugga að taka það með í áætlunum okkar, ef við getum fundið stað sem býður upp á það. Alveg. Ég spenntur að setja þetta allt sama. Þetta verður ógleymanleg upplifun. Lexía 12, sumaráætlanir. Hei Anna, ertu byrjaður að bóka sumarferðina okkar ennþá? Halló, já, ég hef verið að skoða það. Ég mun deila upplýsingum með þér fljótlega. Fullkomi, ég get ekki beðið eftir sumarævintýrinu okkar. Hvert stefnum við aftur? Við ætlum að fara á ströndina, manstu það? Þetta verður svo skemmtileg. Ó, rétt. Ég svo spenntur fyrir sundum og sólbað. Ertu með sérstaka strönd í hug? Ég var að hugsa þessa fallegu strönd sem við heimsóttum í fyrra. Sandurinn var svo mjúkur. Það hljómar ótrúlega og vatnið var kristalltært. Það fullkominn staður til að slaka. Já, auk þess nóg af afþreyingu eins og strandblak og þotuskíð. Ég elska strandblak. Við ættum örugglega að skipuleggja leik með vinum okkar. Frábær hugmynd, og við getum skipulagt bál fyrir kvöldi. Það væri svo notaleg. Alveg. Að sitja í kringum eld, steikja marshmallows og deila sögum hljómar fullkomlega. Ég get nú þegar mynda mér það. Heldurðu að við þurfum að bóka gistingu fyrirfram? Já, ég held að það sé skynsamlegt að panta sér stað snemma, sérstaklega, þar sem sumarið annarsam tímabil. Góður punktur. Ég mun leita að strandhúsi eða fallegu hóteli sem passar við fjárhagsáætlun okkar. Láttu mig vita ef þú finnir eitthvað gott. Ég get líka hjálpað til við rannsóknin. Takk, já. Teymisvinna gerir skipulagningu svo miklu auðveldar. Ég get ekki beðið eftir að ganga frá öllu. Ég líka. Sumarið verður ógleymanleg. Lexía 13, vatn í eyðimörkinni. Hei Anna, hefur þú einhvern tíma hugsað hvernig Las Vegas notar vatn? Halló, já. Já, það heillandi. Jafnvel þó Las Vegas sé í eyðimörkinni, eyðslusamur notkun vatns alls staða. Nákvæmlega. Uppsprettur og sundlaugar bara töfrandi. Betlægi og uppspretturnar fullkomið dæmi. Þeir það hvernig þeir dansa við tónlist dáleiðandi. Það líður svo töfrandi í eyðimerkurlandslagin. Hæ, svo allar þessar lúxushótelsundlaugar. Þeir líta út eins og litlar oasis. Já, það ótrúlegt hvernig þeir búa til svona fallegt umhverfi á svona þurrum stað.
Þeir vita virkilega hvernig á að laða að ferðamenn með þessum glæsilegu sýningum. Heldurðu að það sé sjálfbært? Það góð spurning. Þó að það sé fallegt velti ég því fyrir mér hvernig þeir stjórna vatnsauðlindum á svona þurru svæð. Satt, ég hef heyrt að þeir nota endurnýtt vatn fyrir sumar uppsprettur og landmótu. Þetta klárlaus. Það hjálpar til við að spara ferskt vatn og heldur borginni enn að líta stórkostlega út. Alveg, þetta snýst allt að finna jafnvægi milli lúxus og sjálfbærni. Ég dáist að þeirri viðleitni. Auk þess andstæða græna og bláa gegn eyðimörkinni hrífand. Það í raun. Las Vegas tekst að skapa einstaka upplifun með eðslusamri notkun sinni á vatni. Ég vil gjarnan sjá þetta í eigin persónu einhver daginn. Að upplifa þessa blöndu af náttúru og lúxus hljómar ótrúleg. Ég líka. Það væri áhugavert að læra meira hvernig þeir viðhalda þessu jafnvægi. Lexía 14 grípandi hugar. Hei Anna, ég var að hugsa hversu mikilvægt það að halda krökkum þátt í starfsemi. Halló, já, alveg. Það getur haldið þeim uppteknum og hvatt til hæfileika til að leysa vandamál. Nákvæmlega. Hefur þú séð þessa þrautaleiki sem eru vinsælir núna? Já, þeir eru frábær leið fyrir börnin til að hugsa gagnrýnin á meðan þeir skemmta sér. Ég elska hvernig þrautir geta kennt þolinmæði og þrautsegi líka. Fyrir vís, þegar börnin vinna í gegnum áskoranir læra þau að vera einbeitt og ákveði. Og það spennandi að sjá tilfinninguna fyrir afreksskap þegar þeir leysa lokstrau. Já, þessi tilfinning árangur getur aukið sjálfstraust þeirra veruleg. Heldurðu að skólar ættu að fella fleiri hands-on starfsemi eins og þrautir inn í námskrá sín? Örugglega. Gagnvirkt nám getur gert kennslustundir skemmtilegri og eftirminnilegri fyrir nemendur. Ég sammála. Það gerir þeim kleift að beita því sem þeir læra í raunverulegum sviðsmyndum. Auk þess hvetur það til teymisvinnu þegar þeir vinna saman að þessum aðgerðu. Það frábær punktur. Samvinna vandamálalausn undirbýr þá undir framtíðaráskoranir. Nákvæmlega. Það nauðsynlegt til að þróa félagslega færni og byggja upp vináttu lík. Ég held að sem fullorðnir ættum við líka að taka þátt í svipaðri starfsemi til að halda huga okkar skarpum. Alveg. Leikir, þrautir eða jafnvel að læra nýja færni geta verið til góðs á hvaða aldri sem Hér til að vera forvitin og trúlofaður, sama hversu gömul við verðum. Vinsamlegast gerast áskrifandi, líkar við og deila rásinni okkar. Stuðningur þinn hjálpar okkur að búa til meira frábært efni. Þakka þér fyrir.